Eins og fram hefur komið í fréttum talið að hádegissteinninn sem fyrir ofan byggðina í Hnífsdal sé að losna og hafa mælingar staðfest það. Búið að setja yfir hann net og bolta niður, en allur varinn góður. Nú hafa kvenfélagskonurnar í Hvöt í Hnífsdal verið fengnar til að vakta steininn og ganga 6 tíma vaktir allan sólarhringinn. Formaðurinn Ester Ósk Arnórsdóttir segir þetta komið sér afar vel sem góð fjáröflun fyrir félagið. Reyndar hefur komið upp vandamál eftir að netið var strengt yfir steininn, vandamál sem hvimleitt og veldur sjónmengun og umhverfisspjöllum. Það festist svo mikið drasl í netinu, eins og fatnaður af snúrum hnífstalenga, rusl úr sorptunnum og alls konar hlutir úr bílhræðum frá Bjössa skrúfu. En flesta hluti sjá þó kvenfélagskonurnar að fjarlægja og sjá sér hagi í því að selja á hinu árlega kolaporti félagsins sem hefur verið vel tekið af fólkinu í byggðarlaginu. Nú held ég að helviti sé að koma. Rétt fyrir ofan Hnífsdalinn hann plantaði sér. Hreyfist hann eða ekki, endalaus óvissan nú Þeir segja hann vaka örlítið munu. Þeir taka hann, færan sprengjan ekki neitt með þetta hringla þeir fram og tilbaka. Ef þeir taka hann í nótt, ef leið þeir finna. Þeir sem búa fyrir neðan geta sofið rótt, aðrir sakna og sofa minna. Hádegissteinninn merkið mitt, merki allra Hnífsdælinga. Þið takið hann sko ekki neitt nema Hnífsdælinga þvinga. Ef þeir taka hann í nótt, ef leið þeir finna. Þeir sem búa fyrir neðan geta sofið rótt, aðrir sakna og sofa minna. Hádegissteinninn merkið mitt, merki allra Hnífsdælinga. Þið takið hann sko ekki neitt nema Hnífsdælinga